Komið sæl blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Það 3. dagur júní. Veðurblíðan ekki alveg jafn mikil hér sunnan heiða eins og verið hefur síðustu daga, en við erum sátt. Með mér eru Laufey Líndal og Gunnar Smári Egilsson og við ætlum að ræða hér lítilega svona fréttir dagsins og það sem þjóðin að tala áður en við förum í það að kynna efni þáttarins fyrir ykkur. Hvað segir Laufey? Hvað svona finnst þér standa upp úr tíðaranda þessa dags? ESB, riflindið? Jú, það fer ekki fram með manni, sko. Nei. Það náttúrulega bara, já. Og þetta svolítið pólariseru umræða, sko. Já, hún svolítið pólariseru? Svolítið, já, einmitt, svo vægt sér til orða tekið. Þannig að það eiginlega alveg ótrúlegt að fylgjast með svona umræðum þar sem allir eru að háa sig inn sitt á hvað og Ég veit. 95 ára gamalt skáld úr Skagafirði, Hannes Pétursson, skrifaði langa grein og birti á Vísi í morgun. Og jáistar fagna þeirri grein eins og bara, ég veit ekki hverju. Ertu búin að lesa þessi grein, Gunnar Smári? Nei, ég komst ekki í það. Nei, hún svo löng. Ég að taka stór ákvörðun. En hann hefur skrifað svona áður hann mjög ákafur í Evrópubánum. Já, hann það. Sko það sem að mínir vinir á Facebook hafa helst fagnað í dag í þessari grein, það að hann lætur Ólafur Ragnar Grímsson hafa það. Já. Og ég held að fólki finnir skemmtilegt að svona 95 ára gamalmenni láti Ólafur Ragnar Grímsson hafa það. Já. Ólafur Ragnar eitthvað yngri það ekki? Þetta svona bankur 7-8 árum. Já, 7-8 árum. En þetta þetta eitt af því sem að þjóðin að tala og haldið þetta verði eins og þetta allar götur fram að kosningu 29. ágúst eða haldið þetta versni hverjum deginum? Ég veit ekki, því að nú kemur svona sumar og það breytist alltaf svona umræðan svolítið yfir sumarið. Já. Það einhvern veginn, þannig að þetta svolítið svona nýtt. En það hefur stundum verið kosningar, var ekki, einhvern tíma voru kosningar í september. Ég man bara ekki hvernig umræðan var þá í aðdraganda. Hvers konar kosningar voru það? Það voru þingkosningar til Alþingis? 17 eða 21. Já, var það eftir einhver stjórnarslit, var það ekki? Já, það var kosningarnar. Það hefur verið 2017, eftir að ríkisstjórnin uppreist 2016. Uppreist ærumálið. Já, einmitt. Já, skamlífa ríkisstjórnin sem var bara, já. Ég held að það hefur verið kosið. Ég maður það ekki svo vel. Það er náttúrulega vaninn sá að með svo sumarlífin alltaf verið að lengjast hérna. Það er svona talandi stéttir, þeir sem að hafa komið sér vel fyrir í lífinu, að mér finnst þau bara vera meira minni frí allt sumar. Þetta fólk líka að ræða í sundlaugunum. Jú, það séu bara allir frí sem áður voru í vinnu. En í gamla daga var það þannig að júlí var svona frekar dauðumánuður og svona fljótlega eftir verslunarhelgina þá fór allt í gang. Og eins og oft gerist við það að getur það verið skemmtilegu tími. Þá svo fólk svona kannast ekki við það þegar fólk kemur svona úr fríinu og þá fer að kaupir sér í ræktina og það ætla að gera svo mikið. Það er svona skrá sig á svona námskeið og skrá sig í háskólan. Það er svona skemmtilegur stemning þá líka. En mér finnst þessi tími hafa fæst líka bara eiginlega út ágúst, sko. Já. Það er fólk að koma inn úr sumarfríi. Eitthvað árið var það þannig, þá var ég á pressunni í gamla daga. Þá var svona sumarfrí og svo kom verslunarhelgin og svo kom allir úr fríi. Og þá rann eiginlega upp fyrir flestum framkvæmdastjórum í fyrirtækjum á landinu að fyrirtækjur voru kapút. Og þá ég sagði þess að kreppan hefði komið til Reykjavíkur í ágúst. Og það var að maður bara fann það einhvern veginn. Það var svona högg í samfélaginu. Já. Maður sá það náttúrulega líka að því að maður var að gefa út pressuna og þá ertu á svona jaðri auglýsingamarkaðarins. Og ef það er 5% samdráttur í samfélaginu þá fellur auglýsingamarkaðurinn 20%, en ysti hluti hans fellur bara 90%.
Þannig að allt í einu bara var eiginlega ekki forseta fyrir útgáfuna. Talandi auglýsingamarkaðinn, maður skildi nú ætla sér að fjölmiðill eins og Samstöðin sæi nú auglýsingatækifæri í öllu þeim skilabóðum sem að neyistar og jáistar munu þurfa að koma á framfæri í ágúst. Það verður ekkert pláss fyrir dagskrá hjá okkur, það verður bara endalausar auglýsingar. Ég held að jáararnir komir sér, þeir luta með alla peningan upp í mokka. Heldur það? Já, ég held að. Það er alltaf verið þannig sko að svona eins og vinstrið og svona. Það er bara leiðuð að fá okkur peninga og hlaupaði með það til mokkans. Heilsíða, takk. Nei, bara kannski vonum að verði minna að skrifa á í staksteinum eða eitthvað. Já, eða alltaf þó þessi skrifa það og sjá nei, heyrðu, vá. Ég ætla að kjósa þennan flokk. Það sem 37. En ég held samt sko að það sem ég er að segja, það er auglýsingatækifæri fyrir þig ef þú vilt koma áróðuri á framfæri hérna á Samstöðinni, sérstaklega síðustu vikunar í ágúst fyrir kosningu. Það eru langflestir af hlustendum og áhorfendum Samstöðarinnar hafa ekki gert upp hugsin. Nei, einmitt. Veit ég ekkert en ég svona bara... Já, hún var náttúrulega sko, þessi kosningarna, nei ekki kosning, þessi maskínu könnun daginn í DFF, hvað er hálfum mánuði síðan, hún birtist. Ég var að viðurkenna það að ég hélt að neyið væri jafnvel sterkara þá en jáið. En jáið var svolítið sterkara, en það er ekkert sem segir manni endilega að það sé vísbending það hvað gerist í ágúst. Er þetta ekki ennþá bara, það er engin leið að spá fyrir úrslit þessar kosningar, eða líður ykkur ekki þannig? Það sé allt opið. Ég held að það sé svolítið tæft, sko. Ég bara veit ekki. Ég myndi halda kannski svona eftir verslunarhelgi. Þá kom einhverja kannanir sem að gefi svona skýra vísbendingu. Mér finnst það að vera alltaf meira og meira í kosningum, af því ég er svolítið svona á könnunum og svona. Að mér finnst alltaf meira og meira að svona sveifluna breytist þegar það fer að líða að kosningum. Og ég upplifði einhvern veginn þannig að hvernig fólk svarar í skoðanakönnunum, að því ekki allir, en bara góður hópur svara bara hingað og þangað. Þangað til að svona fer að glitta í kjörklefan. Þá kemur svona meiri alvara og svona þegar dragast nær kosningunum að þá kemur eitthvað í ljós svona sem að ég held þess við suma flokka að það geti staðið sér vel svona þegar ekkert er í gangi en svona þegar alvaran er nálægt að þá eiga þeir erfiðlega En þetta er kannski leiðilegt sjónarmið að það skiptir ekki máli eða hvað kemur fram í konunum þangað til eftir vettvangi, ég veit ekki. Svo er náttúrulega spurning sko hvort að sumarleyfin, ef að fólk er til dæmis að fljúga til Evrópulandana, hvort að það hefur einhver áhrif á Þannig að hitabylgja og andstyggilegt. Það eru margir sem að fara til Evrópu sumrin kom bara eyðilega tilbaka. Helvítis Evrópusambandið, það er alltaf sól. Dagurinn í dag er bara hreint helvíti í mörgum Evrópulöndum út af hita. Ég elska hitabylgju. Það er bara svakalegt. Ekki 45 gráður, Laufey. Þú elskar ekki 45 gráður. Nei, kannski ekki, ég veit ekki, en ég er alltaf svo eina sem elskar hitabylgjurnar í London til dæmis. Já, það er aldrei heitar. Ég er í hitabylgju í London. Já. Og það er kannski bara 33, 34 að það hiti. Nei, það er svona 35, 40. En þeir dæsa svo mikið. Ég mæli með því að þetta er hitabylgju í London. Taktu mest. Ég hef aldrei hitt annað eins dæs. Ég held að englendingar eigi algjört met yfir að nöldra yfir veðri. Þeir toppa Íslandingar, sko. Þeir eru rosalegir, sko. En einu sinni var ég í hitabylgju í París. Og þá upplýði ég það sko, það er hægt að leyfa fyrsta daginn og annan daginn. Þriðji dagurinn svo er þetta þarna stigmögnun. Það er svona 50 og 70 dagur, þá er maður að tjúllast sko. Þá er maður bara í alvörun að hugsa að bara labba niður á ströndu eða eitthvað. Eða skuttla sér í siglu eða eitthvað. Það en svo var ég einu svona í hitabylgju í Lissabon. Þar kemur svona bara á slaginu 5, eða svona korter í 5. Kemur svona hnjúka þeir ykkur innan úr, þetta er svona svipað og líklega eins og San Francisco eða eitthvað, það sem er svona vindar líka. Það sem að þú þarft bara að lifa til 5 og þá færðu svona smá en við þurfum ekki að ágjöra þessu hér. Nei, sko, ég var að hugsa það á laugardaginn, þá var ég staddur í svona garðveislu með mörgu fólki og það voru börn á öllum aldri og það var frábært veður.
það var nægilega hlýtt til þess að enginn þurfti að vera í miklu fötum. Samt gátu foreldrarnir verið svona tiltölulega slakir gagnvart sólbruna á húð barnanna og maður þurfti ekki að drekka á 20 mínúna fresti eins og þegar maður í þessum heitum hana úti og ég hugsaði bara með mér alla annan dag, þetta fullkomið veður, þetta besta veður í heimi, 18 gráður, logn, svona, sem gerist ekki ofta á höfuðborgarsvæðinu en það gerist þennan dag, eða smá andvari, sól, þetta besta veður í heimi. Er það ekki? Og má alveg vera kaldara. Bara besta veður í heimi. Við það megi bara vera kaldara. Við það megi vera heitara, Við svona mestu lífsgæðan á Íslandi að það getur verið bjart úti og svalt. Því það þegar sólin kemur og það verður bara óbærilegur hiti, það ekki gott, Það eiginlega, það ekki margir sem að búa við það sé bjart, en bara svalt. Eins og freska auglýsing. Ég held að kuldinn á Íslandi, ég held við séum bara að sjá byrjunna á þeim ísjaka sem að tækifærin í aðeins kaldara veður á Íslandi heldur en í Evrópu fyrir sunnan okkur sé á komandi árum. Ég held það. Ég held að þetta verði alveg, og þetta byrjað sumar ferðaskrifstofur farnar að selja Ísland undir slagurinn Cool It Down og eitthvað svona og föru norður í kuldan, en ég held að þetta bara eftir að aukast Veist það ekki verið? Nota bara gamla freskaauglýsingar sem okkur að drekka ferska. Og svo verður svona hél í slegginu á eftir. Já. Fólk mun koma hérna í flugförunum. Nú erum við með svona náttúrulega hélu í... Ég er með svo lítið skegg, þannig að hélar ekki mitt. Smárum svo, heppnum við með náttúrulega hélu í skegginu. Við þurfum ekki það. Já, þeir eru með svona príhélað skegg. En hins vegar túristum ekkert að fjölga það. Ekki í ár, en halda betur í en spáðgerður á fyrir. Ekki þannig? Mér sýnst það. Það verið að fljúga til einhverja skringilegra borga í Bandaríkjunum. Túristarnir í bæ eru svona skrýtnir. Já, veistu það? Já, ég áttum ekki alveg á því hvað þetta fólk kemur. Áhugavert. Mikið svona fjölskyldum. Hvernig skera þessi frá hinum hefðbundna? Fötin og fleira, þetta bara ekki keypt í kaupfélaginu hérna. Það náttúrulega, svo sér maður Ítalena og Spánverjana, þeir eru alltaf svo smart einhvern veginn. Mér finnst að sjá... Og Japanarnir og... Já, mér finnst að sjá... Svo einhverju Amerikanahópar sem rosalega svona... Þetta ekki að fólk gæti bara dottið í country söng og... Já. Þið náttúrulega búið í 101. Þú sér aldrei túrista? Nei, ég sé aldrei túrista. En mér finnst ég aðalega að sjá bara meira fólki frá Asíu en aður. Mjög mesta breytingin. Ég labbaði niður Laugaveginn í gær og þá var Óðinn Jónsson fréttamaður að tala við konu og vinkaði mig svona og sagði, við erum víst einu Íslendingarnir á Laugaveginum. Og sagði, nei, ég sá konu með hund. Það var ekki túristi með hund, En veistu á hvaða leið Óðinn var? Yfir í kirkjugarð, Hólavallakirkjugarð, til þess að sjá Broddason, labba þarna milli leiða og vera með einhver erindi. Með skamli félagi og fréttastofunni. Leiðsögu ferðum kirkjugarðin. Já, leiðisögu. En þetta nú mikla kempur, þessi tveir. Heyrðu, ég var aðeins að víkja fleiri orðum að fréttum sem eru í gangi. Við lögum það á okkur á samstöðinni. Við erum með fréttastofu, fréttasíðu ætlaði ég að segja, sem við stundum skrifum fréttir á samstöðin.is og þar getur líka orðið áskrifandi. Ég hlóð þarna í litla frétt fyrstur fjölmiðla manna á laugardagskvöldið utanvega akstur við einhyrning og síðan hafa allir fjölmiðlar verið með þetta mál og það gríðarlega heift í þessum utanvega akstri. Þetta eru tveir franskir ferðamenn sem létu sér ekki segjast eftir afskipti landvarðar héldu þeir áfram að aka utan vegar og mér finnst allt jafn áhugavert að fylgjast með hvað Íslendingar verða rosalega reiðir út af þessu og af því að þarna vondi útlendingurinn. En þótt Íslendingar verða allt svona reiðir og það verður mjög æst og spennt umræð eins og við sjáum á öðrum fjölmiðlum núna, þá eru samt viðurlög Íslendinga alveg sérlega lítil þegar kemur að svona utanvegaakstri. Ef þetta væri í Frakklandi, landi þeirra sem frömdu spjöllin á hálendinu, þá væri ökutækið gert upp, sektir væru miklu herri. Hér sleppa þessir gæjar með einhver 300-400 skall og bara,
eitthvað sem að þeir voru bara til í að leika sér fyrir. Hafið þið skoðun á þessu? Ég náttúrulega fyrirverandi starfsmaður hérna Umhverfisstofnunar, þannig að þetta var einu sinni minn málaflokkur. Já, akkurat. Þetta eru náttúruspjöll. Ég kannski er ekki mjög kunnug nema bara af reiði annara yfir þessu. Þú tengir við hennar hita. Fólki sem að fer mikið á hálendið, sko. Já. Og fer umgengst það að virðingu og allt það, sko. Já. En þetta er náttúrulega, þetta eru náttúruspjöll og náttúrulega á að taka alvarlega, en ég veit ekki. Og svo líka bent á að ferðamenn fái ennþá alveg ótrúlega litlar og vondar upplýsingar hvar megi aka og hvar ekki. Þannig að það er nú frekar lélega afsökun eitthvað. Nú, er þetta ekki vegur? Ég myndi ekki trúa honum. Frekar augljóst, sko. Ætti að vera frekar augljóst, en ég veit ekki. Stundum við dóttum að taka ökutæki af mönnum, að þá sitt ég kannski við gluggan á Hverfisgötunni og keyra mótorhjól framjá sem er að bora út hljóðkútinn. Sem er náttúrulega, sko, ég veit ekki hvaða desibel þetta eru, sko. Þetta er svo langt fyrir ofan skaða. Þetta fer ekki fram hjá neinum og þetta er bannað. Ég skil ekki að hverju löggan bara tekur ekki þessi hjól. Það er svo samanlega. En svo náttúrulega þegar fólk á bílaleigubílum, ef þetta eru fólk sem er ekki búsett hérna, þá er það væntanlega ekki hægt að gera ökutæki upptæk sem það á ekki. Nei, þessir eru á þeirra eigin Landrover bílum sem þeir hafa komið með, heitir ekki Norræna, Smyrill, hvað heitir. Ok, það er alls konar til, sko. Ég veit ekki. En svo er það annað sjóðheitt mál sem eru hvalveiðarnar. Hafið þið fylgst með því? Já, það var strákur sem skreið upp í, eða ungur maður sem kom sér fyrir upp í mastrinu og hvalveiði bátnum. Fólk niður og... Kristján bara sildi með hann upp í Hvalfjörð. Og bara starfsfólkið afsökunar. Þeir skráðan sem farþega, var það ekki gegn hans vilja, eða að honum forspurðum allavega. En núna er Kristján Loftsson fann að landa fyrstu dýrunum. Já, akkurat. Hún var hérna hjá þér í gær, hún Vala. Vala var hérna í gær, formaða hvalavina. Og í dag skrifuðu frétt á samstöðum.is Viðar hjólar í Vilhjálm með peninga á heilanum. Og það er félagsfræðingurinn Viðar Halldórsson sem að finnst rök Villa verkalýðs á Akranesi alveg ömurleg að hann styður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar með þeim rökum að þetta sé atvinna og þetta séu peningar. En mér finnst... Peningarnir vaxi ekki á trjánum, hann segir það yfirleitt alltaf. Það er það sem hann segir. En mér finnst hitt sjónarmiðið miklu almennara núna að Íslendingur finnst ekki sniðugt að hvalir séu skotnir til þess að kjötið fari í gæludýrafóður. Það sýnir einhvern veginn. Það selst náttúrulega ekki, sko. Þarna eru held ég ákveðin tímamót í þessari umræðu. Og síðustu kannanir bentu til þess að Íslendingar vilja ekki hvalir séu skotin. Og maður spyr sig, mun Kristján Loftsson alltaf og endalaust ná bara að murka lífið úr þessum dýrum á meðan hann nennir því? Hefur verið svona könnun þetta. Ég geti trúið að það var einhverju sem að segðu við verðum að slóta annars éta við fiskin okkar. Geti trúið að það væri svona 13% á þeirri skoðun. Já, sko ég held að sé eiginlega alltaf í seinni tíð eftir að Bjarni gaf þarna aftur heimild, var ekki bara 24 til að skjóta. Eftir það hefur held ég engin könnun mælt meirihlutavilja fyrir þessum veiðum og núna þegar liggur fyrir að það er ekki hægt að selja þetta fólki. En ef þetta verið annar en Kristján Loftsson, ef það verið bara í kaupfélagið á Akranesi ætti þetta fyrirtæki. Þá held ég þetta væri. Vilhjálmur og félagar. Þannig að Kristján Loftsson er svona neris og vondikallinn í James Bond mynd. Já, þetta er alveg stórmerkilegt, sko. Ég skil ekki neitt. Ég skil ekki. Akkur þetta er að veið það? Þetta er náttúrulega rosalega brútal, sko. Þetta er ekki að því að það þarf ykkur að borða hvalkjöt, sko. Nei. En þetta er þá yfirleitt skotin minnidýr, hrefnur og... Er það hægt að vera? Það voru Brjánslæk og svona var alltaf ykkur útgerða á hrefnuveiðum. Er það alveg búið? Það er alveg búið, sko. Ég ferðast einu svona upp eftir Vesturströnd Noregs. Þar var svona, ef maður kemur svona fram yfir Þrándheim, þá var eiginlega hvalkjöt á matselinum öllum veitingastöðum. Kannski árið frá túristunum að þeim þykir þetta svona. En það var eiginlega bara hvalkjöt alltaf.
3 Frakkar með hrefnukjöt núna, en ég held að það sé flutt inn frá Noregi. Já, þeir veiða slatta af svona minni hvölum. Já. Ég held ég fara örugglega rétt með það. Áhugavert. Þessi gömlu draugar. Já, einmitt. Þetta er... En við höfum svo sem nóg annað að borða nú til dags eða ekki. Nei, það sumstaðar eru svona frumbyggjar fá leyfi til þess að veiða eitthvað vegna þess að þetta tilheyrir einhverju menningu. Hvalveiðar hafa aldrei tilheyrt íslenskri menningu, það er frekar norskri menningu sem hafa komið norskir hvalfangarar hingað. Svona sem grænlendingar hafa fengið líka fyrir nýtingu í ýmissa svona. En af því að Villi Verkalýðs kom fyrir hjá okkur þarna í umræðu þar sem ég var að vitna til þessara fréttar, þá var ég að heyra slúður, viljiði heyra því? Ég held að liggi fyrir að Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, ætli ekki að starfa lengur en sem nemur hans kjörtímabili. Sem að rennur út hvað næsta vetur? Já, ég held þess næsta vetur, sko. Og nú eru menn að pizza nöfnum til manns. Gengur slúður það hverjir hafa áhuga á brauðinu. Feitri stöðu, forseti ASÍ. Og Villi Verkalýðs er nefndur í því samhengi sem og Sólveig hjá Anna Jónsdóttir hjá Eflingu. Og svo heyrði ég þetta alltaf skemmtilegt hérna frá norðanmönnum í dag að Katrín Jakobsdóttir, það verið hort til þess að Katrín Jakobsdóttir gæti orðið forseti ASÍ. Hvernig lítst ykkur á það? Þetta er samviskuspurning. Þetta er einhver húmoristi sem að sér fyrir sér að framkvæmdastjóri SA og forseti ASÍ hittist, sem er þá Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir. Já, mitt. Ég held að þetta sé einhver húmoristi, það sé ekki alvarið þessu. En ég held líka að það væri einhver að djóka þegar það var nefnt að hún færi í forsetaframboð. Já, einmitt. Þannig að ég svo trúi öllu. Það var nú búið að vera lengi svona. Já, hangandi í loftinu. En svo er nefndur einn sem heitir Finnbogi Sveinbjörnsson, hann er formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga og er hann ekki svolítið gamall, bara aldrei við hinn Finnboga? Kannski. En það var spennandi að sjá hver verður. Nú er þetta fórstu, hann kemur svona sem málamiðluna því að það var að klofna og mér er sagt að það sé svona það eru erfiðleikarinn inni, það eru mikil átök og eins og stundu gerist þegar það er að þá er eiginlega ekkert gert af því að allir sitta sig upp á móti ykkur. Og milli hverra eru átökin? Það eru þannig, voru náttúrulega á sínu tíma hugmyndir að Sólveig, Ragnar og Villi myndu ná einhvern veginn meirhluta. En þau náðu því ekki. Nei. Við heyrum hvernig Sólveig talar svolítið svona aðalinn í ASÍ sem er þá iðnaðarmennirnir og ósátt við svona ítök þeirra. Hún tók Eflingu út úr starfsgreinasambandinu sem er náttúrulega stórmerkilegt að dagsbrún gangi úr verkamannasambandinu held ég að engum hefði dottið í hug 1980 eða 1960. Þannig það eru átökan inni, svo er náttúrulega gnýstir á milli stæðstu félagana, Eflingar og VR. VR er náttúrulega langstæðsta félagið. Já. Og það er eins og að þar á milli. Já, gnýstir alveg bara endalust á milli Sólveigar og Höllu. Þannig að ég myndi ekki ráðleggja neinum að reka tannaðan inn, bara að halda sig frá þessu, þannig að það bara jafna sig með einhverjum hætti. Og það er enga líkur á því að Alþýðusambandið komi út úr einhverjum svona kosningum sem svona öflugt samstæð heild, Við erum bara að sitja uppi með það að fólk getur ekki unnið saman. Með einhver leyti er þetta eitthvað persónulegt, einhver leyti er þetta deilur sem að fólki finnst vænna heldur en það að ná samstöðu það sem að þau er sameiginlegt. Þannig að það verða líklega félögin sem munu reka baráttuna. Það var svona tímum Ásmundar og það sem ASÍ var svolítið leiðandi. En sá tímum bara liðin. Ég heyrði skemmtilega sögu á samstöðinni í gær.
Ég missi nú að mörgu efni sem búið til hér því að maður náttúrulega bæði sjálfur að búa til og svo maður með annað líf og manni finnst maður ekki geta hlusta á allt sko. Áttu líf, Björsi? Já, mér annað líf en ég Ibba Gogg, Ingibjörg Ottesen, hún segir alltaf skemmtilega sögu í spjalli sínu við Ragnheiði Davids í síðustu viku talandi svona stéttir og stéttaátök að það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru búin að segja Ingibjörgu Ottesen Ibba Gogg eins og hún kallar sjálf sig þegar hún var barnung að ef hún ætlaði sér að vera rík þá yrði hún að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og það væri langbæsta leiðin til þess að verða ríkur á Íslandi og það er alveg rétt hjá sjálfstæðismannum. Það hefur alltaf verið best að vera tengdur sjálfstæðisflokknum. Það eru meiri líkur á að þú hagnist sæmilega og þú fáir einhver tækifæri. Það er fæstir sem að kjósa sjálfstæðisflokkin hafa orðið ríkir sko. Burtséð frá verðleikum. Það er líka fólki sem hefur narrast til þess að kjósa hann og ekki orðið ríkt. Nei, en burtséð frá verðleikum þá þótti þetta svona skynsamlegt að þú kýsir sjálfstæðisflokkinn. Nefnum það Guðmundur Jaki, hann heyrir af þessari sögu og hann kemur bara heim til Ingibjargar Ottesen hvort hún var 6 eða 8 ára gömul sett hana bara hérna hnés sér og ræddi við hana verkamennina, hafnaverkamennina sem svangir fóru á morgnana niður á Höfn og biðu þess að ríka fólkið myndi velja þennan eða þannan og fóru svo heim til fátæku fjölskyldnanna og flutti bara fyrir henni þannig fyrirlestur að hún hefur síðan verið til vinstri. Mér finnst það falleg saga. Besta leiðin til að losna við að vera fátækur er að mynda samtök með öðrum í sömu stöðu og berjast fyrir breyttu þjóðskipulagi. Það er bara, ef þú ætlar að þú einn að sleppa að verða ríkur, það líkurnar sáralitlar. Engar í Bandaríkjunum lengur. En þegar ég heyriði Ibba Gogg rifja upp þessa sögu að Guðmundi Jaka, þá fann ég bara svona nostalgíu til liðins tíma og það kom svona straumur saknaðar í brjóstið á mér. Að ég hef ekki fundið þennan trúverðuleika. Sumpart í Sólveigu Önnu en á öðru leyti þá skil ég ekki því hvað hann er rosalega æst út af hlutum sem skipta ekki miklu máli og svona en bara getum við fengið fleiri Guðmunda Jaka konur og kallar á Facebook bara en nú Guðmundur Jaki að skrifa langa pistla á Facebook þannig að það ekki sem að fer heim og situr ykkur og lær sér þá bara sendir honum einkaskilabóð þá færðu bara á þig kæru kynferðisbrotið eða eitthvað ég veit ekki, en það bara heimurinn hefur breyst þannig að samskipti fólks og nálega í samskiptum bara orðin allt önnur rétt það Heyrðu, en ég var að fara í efni þáttarins Já, ég ætla að fá að vera með Evrópuumræðuna og ég ætla að tala við ungt fólk, það til 2 félög ungs fólks Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópu sinna og Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB Ég ætla að fá þau sumir vilja meina að þetta sé kosning unga fólksins að þetta skiptir mestu máli fyrir framtíðina og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá verður það svona seitla inn í Íslands samfélag sko þegar ég og þú erum döður þannig að við ættum ekki að hafa kosningarétt ég veit ekki hvort að þetta sé gáfulegt sjónarmið en stundum finnst mér ómikið af svona gömlum köllum það ótrúlegt hvað halda að fólk vilji fá að vita afstöður til ESB Ég enda sekur að hafa stundu farið mjög illa með minn einn kosningarétt Illa með hann? Bara, ég kostaði einhverja fábjána Þannig ég ætla að tala þessu og svona heyra hvort það séu ólík sjónarmið ungra og líka bara spyrja hvað Evrópusambandið og hvað gaggaði geti gert okkur og hvað svona ættum við óttast að og þar til gotum. Verður þetta upprópanalaus umræða? Já, þetta kurteist fólk. Kurteist fólk, ungt fólk kann sig. Ég held að þetta ekki eins og Dagur B. og Sigmundur Davíð í Kastljósi. Það verður bara að banna Sigmundi Davíð aðkomu að umræðu þáttum, sko þetta ekki hægt að sjá hann eyðileggja hvert áttin og fættur öðrum. Ég hef ekki nefnt að horfa á þetta, bara svona til að vera alveg hreinskilin, sko. Við margt betra við tímum en að gera, sko. Heyrðu, Gísli Tryggvason lögmaður, hann sem að
stendur nú í Ströngu. Pabbi hans, Tryggvi Gíslason, var jarðsunginn í gær. Ég fór í Hallgrímskirkju og fylgdi mínu gamla skólameistara að norðan síðustu metrana. En Gísli hérna kemur í dag og fer yfir lagalega álitamál í fréttum líðandi stundar. Við ætlum að ræða utanvegaaksturinn sem við hérna vikum aðan, hvalveiðar og rétt fólks til að lifa af hitabylgjur, svo eitthvað sé nefnt. Það er nú vatn lykilatriði, ekki? Já, jú. Það var aðganga að hreinu vatni. En það er nú barist hart vatnið. Já, einmitt. Núna er verið að nota það mest í gervigreindina. Akkurat, gríðarlega mikið. Gagnaverin. Hér er virkjað það er náttúrulega hræðileg þróun. Hér er virkjað í þá þess mikið. Já. Nú, Ásdís Olsen, hún hérna er líka með pælingu með doktor Unni Óttarsdóttur það hvernig við munum hluti og hvernig við lærum og Unnur þessi, hún sem sagt telur að stór hluti mannkyns hugsi fyrst og fremst í myndum fremur en orðum og skólakerfið taki alls ekki mið að þessu. Þannig að það væri gaman að spyrja ykkur núna, eru þið með sterkara myndlæsi heldur en orð? Ég er ekki alveg viss, sko. Ég náttúrulega lendir í því að minnið fyrir aðeins svona skólast til með aldrinum. Hvað með þig? Ég held að ég sé með svona mynd. Já. Mér fannst alltaf svona gott að krassa svona með og ég held að sjá glósur, heiminn sem eitthvað svona eins og mengi eitthvað. Einmitt, já. Mér finnst alltaf gott að taka glósur handskrifað, sko. Já, einmitt. Einhvern veginn ímynda sér líka að sjá þetta fyrir sér, sko. Já. En hún er líklega með eitthvað svona test sem að maður færi og kemur í ljós hvernig maður mann. Já, ég held að hún er listmeðferðarfræðingur, þessi kona, Já, hún er það. Einmitt, og það er náttúrulega rosalega öflug leið til þess að til dæmis taka viðtöl við börn. Já. Sálfræði viðtöl. Já. Það tjáir sig í gegnum Já, einmitt. Já. Ég er alltaf hef verið hrifin af svo leiðis nálgunum, sko. Og svo endum við þáttinn á því að ég ræði við Ásdísi Thoroddsen kvikmyndagerðarmann sem er í hópi Íslendinga sem hlutu fálkaorðuna í síðustu viku á þjóðhátíðardeginum og það er eitt fyndið augnablik í því spjalli. Stundum þegar maður er að spyrja, maður leyfir sér staðis að spyrja þá staðhæfi maður og yfirleitt slepp maður með það. Ég er sem sagt staðhæfi og þú náttúrulega færið hellinga hugmyndum á akstri. Nei, segir þá Ásdís Thoroddsen og þetta kenndi mér það næst þegar ég ætla að gefa mér það að einhver fái hugmyndir á akstri þá ég bara að spyrja, færðu hugmyndir á akstri en ekki staðhæfa við komandi fái hugmyndir á akstri. Það er nefnilega við hugsum ekki allir eins og við vorum að ræða rétt aðan, sko. Svo maður reyndi þetta bara á léttum nótum. En allir peppaðir bara og fótboltinn Gunnar Smári, þú ert dottinn í hann er það ekki? Já, svona annan fótinn. Já. Það er eitthvað við HM, það er eitthvað svona karnevalstemming. Já. Og það eru alltaf svona einhverja sögur og mér komum óvart hvað fótboltinn getur verið skemmtilegur miðað við hvað hann er leiðilegur. Það er svolítið ævintýrlegt. En ég hef svolítið gaman að þessu, ég veit það ekki. En ég er ekki alveg dottinn í leiki, sko. Ég hleyp ekki og kveiki og horfa á leik. Stundum verið ég með í gangi var að gera eitthvað annað. Stundum verið að endursegja ljóð, ég náði að endursegja 3 ljóð yfir einu leik í gær. Já, dugleg. Þannig það er svo prjóna. Þannig að það er ekki alveg, ég veit ekki alveg hvort ég myndi bara með alla einbeitinguna að vera að horfa á leik, ég veit það ekki. Mér finnst þetta svona... Mér finnst gaman að hlusta á þau í stofunni. Já. Mér finnst þau að gera þetta ágætlega. Já, það er sem líka. Þau eru misgóð og það er svona, stundum kemur svona galsi eins og gerir stundum þess að þau vinna mikið saman og allt í einu verður þetta svolítið meira fyrir þau en okkur. Eiður Smári er flottur. Hann er mjög góður. Hann er alveg meiri áttar. Svo segir maður að það er alltaf að tala þegar maður hlustar á hann og Arnar, að þeir eru báðir vilja tala gott mál. Og það er svolítið erfitt að tala gott mál þegar þú ert með þá tilfinningu alveg andandi honi í allsmáluður. Og það eru margir á Facebook að alveg nappa það í hvers skipti sem þau fara út af. Og mér finnst það líka gaman að hlusta á það því að þeir eru að vanda sig og þeir vilja eiginlega þetta sé
betra mál heldur en þeir eru kannski vanir að tala, þeir sletta meira og eitthvað þess. Og minnst það eiginlega svolítið fallegt við að hvað þeir hafa mikla löngun á því að tala gott mál. Já. Ég vitna bara til starkaðar minn sem 18 ára gamall og hann sagði við mig fyrir 2 árum, pabbi, ég held að mjög margir ungir Íslendingar leggi núna mikið upp úr því að tala góða íslensku. Nú, sagði ég, hvers vegna? Já, vegna þess að okkur líður eins og að sé miklu léttara að tala sæmilega ensku en sæmilega íslensku. Á meðan ungt fólk hugsar svona, þá íslenskan ekki feig. Nei, einmitt. Það náttúrulega að því að fjölmiðlaneysla svo mikið á ensku, þannig að sérstaklega hjá ungu fólki sem og einhverjum sérlega náttúrulega í eins og íþróttum og svona og tónlistarbransan og fleira sko. Og maður sér alveg í þessu sem ég að segja hvað að því að þeir eru að þýða hérna út úr ensku sem svona nafnorða mál og það fer ekki alltaf vel. Nei. Það erfitt að svissa eða grunnurinn eiginlega orðin svona pínlítið skakkur út af enskunni. Mér bæði leik... En svo eitt í þess að því ég að tala þetta. Náttúrulega gaman að því þeir hafa búin að vera að spila út alla Evrópu þessi menn. Ég held að ég maður hlusta á þýða úr flæmsku, úr frönsku, úr spænsku. Að því að stundum eru viðtölin komaðu bara beint. Virkilega gaman að sjá tök hans á spænsku til dæmis. Frábært náttúrulega í Barcelona í meir en 10 ára eða meira. Já, en sumir þessara gæja þeir fara bara og þeir læra ekki tungumál innfættra. Þetta alveg flugvel gefinn strákar. Bara með svo mikla hæfileika. Það var sagt á sínum tíma að enskir fótboltamenn spiluðu ekki í útlöndum. Út af þessu að þeir gátu ekki lært önnur tungumál og vildu bara alltaf að fá bakuðu baunina sínar og voru alltaf með heimstrá með heila ferðartösku að bakuðum baunum það eru komnir svona þeir eru líka orðnir öðruvísi núna ensku fótboltamennir geta búið í spila með Bayern og búið í Madrid eða Barcelona. Mér finnst bæði leiklýsingar og þetta sem þú nefnir með stofuna finnst þetta hvort ekki mjög vel gert miklir hæfileikar, stór skemmtilegt en ég leiði mér nú samt að gera grína því að nú orðið þá dettur engin rasar engin fellur engum brugðið þeir fara allir niður hann fer niður Þetta náttúrulega í fótboltanum eins og til þessi í pólitíkinni að koma eitthvað svona frasar sem allt í allir taka upp eins og í pólitíkinni að leiða málið í jörð hvaða rugl var það? Og fer ekki saman hljóð og mynd allt í einu segja allir það saman Pólitískur ómöguleiki Við erum náttúrulega hópdýr einhver leyti við viljum bara, helst viljum við bara fitta inn í hópinn Þá merkir maður þessi bara þannig En ef að leiða hennan þátt í jörð Já, við skulum leiða henni í jörð Þú ætlar eiga síðustu orðin Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðunni haldið úti af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur það fólk sem að veit eða upplifir það að samstöðun skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi og vill að hún sé á lífi og veit að það mun ekki gerast nema að almenningur taki höndum saman samstöðun ekki í eigu einhverja auðkýfinga og mun aldrei verða rekin á grunni auglýsinga þar sem við munum aðalega efnið af þörfum auglýsinga, það mun ekki gerast. Þannig eina leiðin til þess að samstöðun haldi áfram að almenningur taki höndum saman og það hafa margir gert, það eitthvað vel yfir 1700 manns sem hafa gert áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp þá hvetið þið til þess að fara inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auglýsingum og svo ætlum að ræða ESB við ungt fólk. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri.
en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Þelið á milli okkar, Berglind Ágústsdóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.